En það góða við það hvernig ökumannsrýmið í E31 850 bílnum skipulagt, það að það snýr allt að þér sem ökumanni. Þú sem ökumaður átt að fá hvað allra mest úr því að keyra bílinn. Hérna sjáum við svo hjarta bílsins. Hérna VAF 12 5 lítra bensínvél frá BMW. Hún örugglega ekkert rosalega einföld að eiga við ef maður þarf að laga eða gera við. En þegar vélin var ný þá skilaði hún einhverjum 298 hestaflum. Bíllinn í dag keyrður einhverja 74.000 mílur, það einhverjir 160.000 kílómetrar. Þannig að hún sennilega búin að tapa eitthvað af hestum út úr sér, mögulega svona 1 hestafl á ári. Þannig að kannski búin að tapa einhverjum 35 hestaflum plus mínus. En það skiptir ekki máli, út af að þessi bíll ekkert endilega það að komast óbóðslega hratt frá 0 upp í 100. Þetta jú Grand Tourer. Þetta bíll sem að þú átt að njóta með konunni þinni eða manninu þínum og hafa bara ógeðslega næs á meðan þú ert að rúnta. Þetta tæknilega séð 2 sæta bíll, þótt að séu 4 sæti og því að kemur engu í aftursætið. Þú kemur ekki einu sinni fyrir beautyboxinu hjá konunni þinni aftur í. Hérna sjáum við svo pop-up headljósin sem mjög töff. Og það sem eiginlega meira töff það að BMW ákvaða að stimpla gat í húddið fyrir pop-up headljósin. Aðrir bílaframleiðendur í þessu tíma þeir skáru bara hak í húddið til að koma ljósunum fyrir. Fucking dýrka pop-up headljós.